sem haldin allan heim. Hingað til höfum við alltaf keppt í einni keppni eða þeirri sem fer fram á Silverstone-leikvanginum í Bretlandi. En í ár munum við gera gott betur og helgin eftir munum við halda för okkur áfram til Fornovo á Ítalíu og keppum í annarri Formúlu stúdentkeppni. En til þess að ná árangri á keppninum settum við okkur það markmið strax í byrjun annar að flýta framleiðslunni og það verður stefnt á margar keyslur í sumar enda bíllinn orðinn ökuhæfur sem bara sögulegt af því að það hefur aldrei gerst svona snemma. En án frekari málalengingar vil ég bjóða sig fyrir hönd Háskóla Íslands sviðsforseta verkfræði- og náttúruvísindasviðs Hilmar Braga Jónasson. Kæri stúdentar, þetta nú að vera árlegu viðburður við fögnum þessu og þetta svolítið merkilegt og náttúrulega áskaplega skemmtilegt á þessum umbrotatímum, leiðindatímum að þá rísir ungt fólk og tekur sér til og gerir eitthvað faglega að dugnaði á ástríðu. Og það einmitt það sem kemur okkur út í svona vandræðum eins og við erum svo gjörn á að koma okkur í. En það fleira sem kemur til. Þetta fullkomlega nemendasprottið verkefni og ég minni á það. Þau eru ekki að vinna hér alla nætur til þess að standast próf eða fá hærri einkunn. Þau eru að gera þetta til þess að fullnægja sínu metnaði, fá svala sínu ástríðu og setja í sarpinn lærdóm og verkfæri sem að nýtast mjög vel til lengri tíma. Og það gefur okkur ótrúlega mikið traust á þessu fólki. Þetta úr mörgum verkfræðideildum og þau skipta með sér hlutverkum og þau ganga til verka rétt eins og Sigga-bóka sagði hérna á alla nætur, alla daga til viðbótar við mjög erfitt nám. Og þetta gefur okkur fyrirheit það að það að koma hérna upp kynslóð af fólki sem ekki bara rúllar upp erfiðu námi, heldur hefur í puttunum, þekkingu og verkvík sem að sífellt verður betra og betra. Og ég ætla að minna það að þau halda til haga, sem ég svolítið einmitt í þessu samhengi sem ég sagði. Þau halda til haga þekkingunni frá ári til árs, þannig að þau þjálfa upp yngri næsta árganga eftir og þannig verður til þekking í hópnum sem að nær langt umfram það sem að bara samlag einstaklingana Og þið sjáu það á hópnum, sjáu hvernig það hreyfir sig, sjáu hvernig það virkar og þetta afskaplega gaman fyrir okkur og skemmtilegu dag og ég óska ykkur til hamingju með þetta þessi dag og býð ykkur velkomin og hlakka til að sjá hulunni svipta af tækinu. Takk fyrir. Góð orð, Hilmar Bragi. Nú vil ég bjóða eftirtöldum aðilum að stíga á svið og taka því þakklætisvotti frá liðinu. Fulltrúa Aksturssambands Íslands, fulltrúa fulltrúa Verkfræðingafélagsins, fulltrúa Arctic Trucks og iðnar- og viðskiptaráðherra ef hún Og nú vil ég bjóða Tryggva Magnús Þórðarsson, formann Aksturssambands Íslands, að segja nokkur orð. Kæri fyrirgefðu röddina og hún hvarf daginn. Kæru stúdentar og aðrir gestir hérna. Það Aksturssambands Íslands sann ánægja að sjá lið frá íslenskum háskóla taka þátt í Formúlu stúdentkeppninni. En kannski aðeins að ræða þessa keppni, hún á rætur að rekja til ársins 1981 Society of Automotive Engineers í Bandaríkjunum hélt slíka keppni fyrst. Frá því 1998 þá hefur keppnin verið haldin í Englandi í sameiginlegri umsjón
Society of Automotive Engineers og IMechE sem Institution of Mechanical Engineers í Bretlandi. Nú svo að áætlanir gera ráð fyrir því árlega komi saman í kringum 140 til 160 skólalið til keppni, en einnig eru haldnar keppnir í öðrum löndum víðsvegar heiminn samkvæmt sömu reglum. Og ætti því sem ég best veit að það var Japan, Ítalía, Brasilía, Ástralasia sem eru keppnir í. Við umsjón á keppninni þá mætast þessi almenni bifreiðaiðnaður og keppnisbifreiðaiðnaðurinn sem algjörlega, sem mjög ólíkt því að grunnurinn á bakvið þetta þó að það sé 4 dekk og keyra bílinn áfram, þá kannski aðeins meira lagt í keppnisbílinn. Og það líka akademían sem kemur inn í þessa keppni til að tryggja að allt sé óvilhallt og heiðarlegt í þessari keppni. Ég vil færa sérstakar þakkir til Háskóla Íslands fyrir að gefa nemendum kost á því að vinna þetta verkefni innan skólans. Verkefnið, það af þeim toga að það dregur saman í eitt nýsköpun, hönnun, burðarþol, efnisöflun, framleiðslu, kynningu, fjáröflun og síðast en ekki síst verkefnastýringu. Byggingu ökutækis sem þessa og innan þess tímaramma sem settur krefst samheldni og að allir rói í sömu átt og allir rói í takt, jafnvel þó að séu miðjanótt. Akstursíþróttasamband Íslands ákvað að fá steinsmiðinn og listamannin Þór Sigmundsson til liðs við sig og meitlaði hann úr íslensku hrauni hugmynd sína að þverskurði gegnum rafhlöðu. Tengingin við rafhlöðuna hún svo sem auðsæ, en það að nota hraunið og einnig að minna okkur á það að við þurfum að huga að umhverfi og náttúru, vernda þó leið nýta án eyðileggingar. Þá að hraunið einnig að minna okkur á nauðsyn jarðtengingar ráðist til verka og að undirstaðan þurfi ávallt að vera rétt og sterk. Eitt hornið á blettanum slétt og glansandi og til þess þurfti iðni og þolinmæði. Það þarna til að minna á að iðni nauðsynleg til að ná framförum, ekki aðeins í skóla, heldur og í lífinu öllu. Leið og ég fyrir hönd Akstursíþróttasambands Íslands óska keppnisliði Team Spark allsins besta í komandi formúlustúdent keppnum, ekki bara á Silverstone, heldur einnig á Ítalíu. Þá vil ég biðja Sigurbóku að koma hérna og taka við þessum platta til vottum hann óskir okkar bestu mögulegu útkomu á Silverstone. Takk fyrir góð orð, Tryggvi, og fyrir þessa frábæru viðurkenningu. En án styrktaraðilanna okkar hefði bíllinn TS16 aldrei orðið að veruleika og við þeim gríðarlega þakklátt. Mig langar að byrja á að þakka eftirtöldu styrktaraðilum fyrir stuðninginn. 3D Prentun, Atlas Olía, Áliðjan, Barki, Bikecave, Bílasmiðurinn, Bigo, Dominos, Gæðabakstur, Gletur, Go-kartbrautin, Grettir, Grænn markaður, IEEE, Innes, Ísaga, Isavia, Mannvit, Nings, Nova, Ölgerðin, Húsþjónusta B&B, Reykjavík Studios, Hall Melsteð, Seglagerðin, SS 1944, Stúdendasjóður, Sýningakerfi, Te og Kaffi, Tempra og Tokyo Sushi. Einnig viljum við þakka okkar erlendu styrktaraðilum sem gátu ekki komist í dag, þeim Ansys, Altium, Autodesk og MSC Software. En þetta verkefni væri ekki til staðar ef velvild Háskóla Íslands nyti ekki við. Ég vil því þakka umsjónarmönnum námskeiðanna fyrir að ávallt gæta hagsmuna liðsmanna og vera okkur ætíð innan handar, Rúnar Ingþórsson og Karl Sölvi Guðmundsson, og biðja að stíga á sig taka við þakklætisvotti frá liðinu. Einnig viljum við þakka deildarforseta iðnaðar-, véla- og tölvunarfræðideildar Ólafi Pétri Pálssyni og deildarforseta rafmagns- og tölvuverkfræðideildar Kristni Andersen og biðja þá líka að stíga á sig. Að lokum vil ég þakka rektor Jónatan Benediktssyni fyrir þann stuðning sem hann hefur sýnt liðinu, en hann því miður staddur erlendis. Nú mun ég kalla á svið
fulltrúa frá helstu styrktaraðilum liðsins. Ég vil því biðja viðeigandi fulltrúa að stíga upp á svið og taka við þakklætisverki frá liðsmönnum. AFL Frammi, Askja, Fuglar, Gastech, Hugsmiðjan, Jóhann Rönning, Kemi, Kvika, Landsnet, Orka Náttúrunnar, Rúmfattalægirinn, Samtök iðnaðarins, Sérmerkt, Spesart, Svanskvend, Tækniþróunarsjóður og Wurs. Einnig fá sérstakar þakkir eftirfarandi styrktaraðilar og vil líka biðja þá að stíga á svið Advania, Alcoa, Evrópa Unga Fólksins, Héðinn, Infuse, Kvartmýluklúbburinn, Landsvirkjun, Landvélar, Nýsbrautin, Skerpa og SKF. Og eftirtöldum styrktaraðilum langar okkur að þakka kærlega fyrir allan þann stuðning og þolinmæði sem það veitt verkefninu og fyrir að vera alltaf til taks fyrir liðið. Eimskip G. Arason, Geislatækni, Rarik, Teknís, Vélvík og Vafái. Og að lokum viljum við þakka Rafnar fyrir þeirra stuðning á þá aðstöðu sem þeir hafa veitt liðinu. Við viljum líka þakka Marel fyrir þann ómetanlega stuðning sem fyrirtækið veitt verkefninu frá upphafi, fyrir þeirra sérfræði þekkingu og velvild í garð verkefnisins. Og síðast en ekki síst viljum við þakka Össur fyrir þann tíma og vinnu sem þeir hafa sett í verkefni og þá þolinmæði sem þeir hafa sýnt okkur. Að því sögðu vil ég því næst bjóða velkominn framleiðslustjóra Össur á Íslandi, Örn Inga Jónsson með stíg. Team Spark, kæru gestir, það er mér heiður að fá að segja hér nokkur orð. Ég heiti Örn Inga Jónsson og er framleiðslustjóri hjá Össur á Íslandi. Hjá Össur á Íslandi starfa 220 manns í framleiðslu í náinni samvinnu við 80 manna þróunarteymi. Hér er megnið af hátækni framleiðslu fyrirtækisins. Sölu verðmæti varana sem hér eru framleidd eru hátt í 40% af veltu fyrirtækisins. En hvers vegna tekur Össur þátt í þessu verkefni? Jú, við teljum það mikilvægt að halda góðu sambandi milli skóla og atvinnulífs og að skólinn undirbúi nemendur sína þannig sem best fyrir atvinnulífi. Það þurfa að vera verkefni sem tvinna saman nám og atvinnulíf. Team Spark er einmitt mjög gott dæmi slíkt verkefni og þess vegna erum við með. Össur hefur styrkt Team Spark frá upphafi og þannig fengið að fylgjast með þróun verkefnisins. Þó að Össur sé ekki að þróa og framleiða kappakstursbíla, er þetta verkefni að mörgu leyti sambærilegt við okkar eigin þróunarverkefni. Alltaf er þetta glíma við takmarkaðan tíma og takmarkaðan pening. Því er galdurinn að gera sem mest úr því sem í boði er. Í flóknum verkefni eins og smíða kappakstursbíl þarf að hafa fólk með sérþekkingu á ýmsum sviðum, eins og driftkerfi, fjöðrunarkerfi, yfirbyggingu og rafmagnskerfum og svo framvegis. Öll púslin þurfa síðan að passa saman og mynda eina heild í lokin og þá reynir á að sterka heildaryfirsýn og sterka verkefnastjórnun. Verkefnastjórnunin er einmitt gríðarlega mikilvæg til að halda verkefni áætlun, tryggja að verkefni fari fram úr kostnaðaráætlun og tímarammi standist. Það getur verið mikil áskorun að halda metnaðarfullum þróunarhópum innan tímaramma. Það er svo spennandi að finna aðeins betri lausn eða fá bara pínlítið meiri tíma en þetta er bara svona. En það er eitt mikilvægt atriði sem oft er vanmetið í svona verkefnum að mínum mati. Og ég held að geti oft skorið úr hvort verkefni eru bara góð eða ná því að verða framúrskarandi. Og það er eldmóður. Að hafa óbilandi trú á verkefninu, hafa andalausan metnað til að gera það sem allra best. Og það sést langa leiðir að það er mikill eldmóður í Team Spark. Það voru mjög gaman og áhugavert að fylgjast með hópnum sem kemur upp í Össur til að framleiða koltrefja og yfirbyggingu og vangi bílsins. Að sjá hvernig liðinu hefur tekist að yfirfæra reynslu og þekkingu á milli ára og þannig aukist ásmegin jafnt og þétt. Hér er mikið fagfólk á ferðinni og færnin á háistigi. Og dugnaði. Stundum voru þá sólarhringsvöktum að framleiða bílinn. Ótrúlega dugnaði. En nú er verkefnið
stakk nokkuð við þar sem við hjá Össur myndum kalla í Gate 3 eða Design Freeze. Það kom einhver prótótýpa, hönnun klár og búið að prófa að keyra meira þess. Og þannig séð allt klárt, kannski einhverja loka prófinu eftir og smá tweak hér og þar. Áður en haldið það sem við kallum Gate 4 og varan tilbúin í sölu eða í eitthvað tilvegi til keppni á Silverstone. Ég hlakka rosalega til að sjá bílinn. Ég er búinn að sjá hann í bútum en aldrei svona allan samsetta. Þannig að ég er mjög spenntur. Til að lokum ég bara þakka áheyrnina og segi Go Team Spark! Takk fyrir góð orð, Örn. Mér langar líka að biðja þau fulltrúa þeirra fyrirtækja sem ég taldi upp áðan að koma á svið og taka við þakklætisvotti með Rús þegar við erum í salnum. Það er að segja. Takk enn og aftur fyrir allan þann stuðning sem þið hafið veitt verkefninu. Það er ykkur að þakka líka auðvitað að þetta verkefni verður að veruleika og það skiptir okkur svo ótrúlega miklu máli hvað íslenski iðnaðurinn tekur okkur alltaf jákvæðum höndum. En endilega þið rúnað að svið. Næsta á svið vil ég bjóða sérstaka vinkonu verkefnisins, hana Ragnheiði Elínu Árnadóttur, viðskipta- og iðnaðarráðherra. Sérstakar vinkonur fá að kyssa sérstakar vini sína. Kæru gestir, ég veit að þetta hljómar kannski pínu klísku, en ég ætla bara að segja þetta algjörlega í fullkominni einlægni. Ég held að þessi atburður sem ég núna er að fá að vera vitnað í þriðja sinn á 3 árum er skemmtilegasta verkefni sem ég fæ í mínu embætti. Ég get rifjað það upp að fyrir 3 árum þegar Ragnheiður sem var í stöðu Sigríðar framkvæmdastjóri, er það ekki titillinn? Liðsstjóri Team Spark kom til mín með sínum liðsmönnum og sagði mér frá þessu verkefni og þau liðið og voru að leita eftir stuðningi. Það er náttúrulega alltaf þannig að fólk kemur í iðnaðarráðuneytið til að fá hjálp, til að berjast við fjármálaráðuneytið. Það var einhver niðurfelling á einhverju virðisaukaskatti sem að vantaði að aðstofa við að glíma við og ég reyndar, þetta er náttúrulega þessi ræða og dægt að snúa til þetta en það var reyndar þannig að mitt ráð til þeirra var að sú glíma myndi taka of langan tíma og síðan hef ég veitt af ráðstöfunarfé ráðherra styrk sem nemur þessum tollum sem að þau hafa verið að reyna að fá niðurfellt og það hefur held ég orðið til þess að við höfum náð að leysa það vandamál á minnsta tímabundið. Við tölum það síðar. Í þessu samtali, þá ræddum við ekki bara þetta. Í þessu samtali þá kom fram allt það sem að fulltrúi Össurar talaði hér áðan. Það kom eldmóðurinn, það kom framtíðarsýnin, það kom
deigla hugmynda, það kom liðsheildin, það kom frumkvæðið og allt það ótrúlega flotta sem að sameinar þetta verkefni fram hjá liðsmönnunum. Og þetta verkefni og hvernig allir þessir fulltrúar, bláklæddu, flottu liðsmenn, hvernig þau skipta með sér verkum, hvernig þau ná að nýta þá sérhæfingu sem hvert þeirra hefur, fá hönnuði í hönnunina, fá viðskiptafræðinema í viðskiptaplönin, lögfræðinemana í samningarna og svo allt þetta flotta tæknimenntaða eða tækninemendur í tæknigreinunum, ef ég segi þetta nú, kemur svo rétt út um mér, hvernig þau ná að vinna saman, mynda eina heild og koma þessu verkefni frá sér með mikilli og þrotlausri vinnu, einbeitingu og skýrri sýn, eitthvað sem í fyrsta lagi, þrátt fyrir alla ólgu hingað og þangað, fær mig til að trúa því að það engin hætta á öðru en að Ísland sé á beinni braut með þetta frábæra fólk. Framtíðin svo björt þegar við horfum á alla þá eiginleika sem að þetta glæsilega unga fólk hefur upp á að bjóða. Og ég verð að segja það að við hin, hvort sem við stöndum í eldlínu stjórnmálanna eða hvað sem við erum í samfélaginu, við getum svo mikið lært af. Þannig ég vil fá að þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur. Ég ótrúlega spennt að sjá bílinn. Mér finnst að vera einhvern veginn öðruvísi heldur en áður. Þannig ég mjög spennt. Og ég verð að segja það að þessi titill, sérstaklega vinkona verkefnisins, titill sem að mér þykir óskaplega vænt og ég verð að viðurkenna að ég skreyti mig stundum með. Þannig að ég vil óska ykkur til hamingju. Ég veit að þið munu standa ykkur vel á Silverstone. Mér líður alltaf eins og Keflavík sé að keppa þegar þau eru að keppa. Fylgist jafnvel með þeim og mínu heimaliði, jafnvel betur. Ég óska ykkur góðs gengis. Team Spark algjör fyrirmynd mín og ég veit að það líka fyrirmynd ykkar allra sem hér eru. Þannig ég vil biðja ykkur að taka höndum saman og klappa duglega fyrir Team Spark. Sorry, ég kom svolítið sent, það var ekki alveg búið að fara yfir dagskrána. En núna fæ ég þann heiður að bjóða allt liðið upp. Nú þetta alltaf að byrja. Komiði, elsku vinnir. Takk fyrir því orð, Ragnheiður Elín. Ég svo sannarlega stolt af þessu liði sem að koma upp og núna ætla Snorri og Andri að halda smá kynningu fyrir okkur. Já, þeir ætla að afturka bílinn og halda smá kynningu fyrir okkur.